Dr. Fútból, eini þátturinn sem tala tandurhreina íslensku. Gunni Birgis og Hjálmar báðir með tandurhreina íslensku. Við segjum hlutina eins og þeir eru. Já, nákvæmlega eins og þeir eru. Við ekki að dansa kringum grautin. Life is a mystery. Everyone must stand alone. I hear you call my name, and it feels like Sko, ég verð að gefa Gunnar Birgisinu það af því að ég stóð þarna fyrir kórinn og var að stýra sögnum, að Gunni getur sungið. Já, hann með rödd. Gunni með rödd og raddsvið og allan pakkan. Hann var einn af þessum mönnum sem að Tómas Steindursson, hann getur sungið. Ted og Ponsa, hann elskar að syngja. Ég tók reyndar eftir því á 15. Ég hef aldrei farið í karaoke. Naflin og Kili. Alllausir. Já, þeir bara eiga að sleppa að syngja held ég. En sko, þeir eru flottir í mörgu öðru. Þetta væri það mjög skrítið að mæta edrú einhvers staðar og hvað ætlar að fara að syngja Angels edrú og bara eitthvað svona því að þú syngur það svo vel. Það eina verra, sko. Það taka karaoke og allar sér að gera það vel. Ég er stemmingskall. Já, og það reynda. Það ekkert helvítis áfengi. En Túborg tölum boltan og Túborg bjórið með Dr. Fútból minni á Smáríki núna. Það þetta sækja í Fellsmúla, Miðhrauni og auðvitað í Hraunbæ. Það komið svona droppstöð þess að maður getur bara farið, sótt pöntun í Fellsmúla, Hraunbæ eða Miðhrauni og notið lífsins í leiðinni. En ekki allir að nota sér þess að heimsendingu? Jú, flestir en þetta ódýrara. Það samt hvað geðveikt að fara í Hraunbæinn og sækja sér bús. Það grínast maður. Það nefnilega rosa, þetta geta sótt Túborginn sinn beint þangað, fitnessport og Dr. Fútból, kreatínið, allir að tala hvað, ég sé búin að heyra svona 15 gaur að segja við mig hvað Rory McIlroy tekur mikið af kreatíni og þetta allt saman til hjá fitnessport og æfið með Gilsarnum. Gilsarinn með Gunnar Birgis þessa dagana kunni að koma á löngu ferðalagi frá Sviss. Þar sem að hann æfði samt áfram þráttur að vera þarna í miðri Eurovision brjálæðinu. Alltaf? Alltaf. Það er ekki komin einum og sem ekki þig. Tjekkna befur að skoðum 50% afsláttur og segir að ef að Dr. Fútból hafi sendt þig. Varstu sáttu við hérna Væpítsuna? Þetta grínast, já. Og bara nákvæmlega sem ég vildi hafa hana. Svona barnaleg. Rjómaostur, pepperoni og skinka. Mjög barnaleg pizza. En stundum það fínar pizzur. Nú voru tölvutek farið að selja öll rafmagnsstæki, alveg skiptir einhver máli hvort sé þvottavélar, þurrkara, blandara, ninja blandaran eða hvað sem þetta og ég ætla að fara til þér eftir helgi og ég ætla að skoða stuttuprógrammin hjá þeim bæði í þvottavélum og þurrkurum. Því ég rosa mikið, það ger ég alltaf. Ég fæ alltaf að testa allar þvottavélar í stuttuprógrammin. Það umhverfisvænna og maður svona að reyna að gera sitt. Þú hleypir ekki bara inn og ég tek bara einhverja? Nei, og aldrei, ég set aldrei þvægi 2 klukkutíma, ég ger ekki náttúruna það sko. Þannig að þetta yfirleitt 20 minna prógram sem ég að vinna með og ég ætla að prófa að stöðu prógramið þeirra. Herðu, spurningin kemur frá þeim og það þannig að David Beckham sá sem hefur skorað flest mark úr aukaspyrnum í enska boltanum. En vitið þið hvað Norðurlandabúi hefur skorað flest mark beint úr aukaspyrnum í ensku deildinni? Það að segja að Gylfi ekki þar en hann einn af efstu mönnum. Norðurlandabúi? Já. Í ensku úrvalsdeildinni? Já, og bara ever. Ég að spá hvort þetta sé normaður. Það rétt hjá mér það? Þetta nefnilega ekki normaður því að það einn sem á einu. Er það Kristján Eriksson? Nei, þetta nefnilega ekki Kristján Eriksson. Nú. Býtu. Þetta nefnilega frekar óvænt. Já. Er þetta þá bara Zlatan kannski það? Nei. Herðu. Ég var í vitleið svona. En þetta eru 11 stykki og ég held að við gætum að vera hérna eitthvað fram til degi. Mér hefði ekki dottið þetta í hug. Hann spilaði með Birmingham. Hann var að bli Sunderland líka þegar ég loka augunum. Hann alveg upp í úlingastarfi í Arsenal. Hann var í Birmingham. Sebastian Larsson. Hann var 11 aukaspyrnumörk í Premier League. Já, ásamt Laurent Robert. Það nú bara, það rosa þetta. Þetta sturluð staðrend í leiðinni sko. Þetta í leiðinni sturluð staðrend. Þetta var skemmtilegt. Já, takk hérlega fyrir það strákum mér. Yes sir. Já. Powerrankum með Dine Out. Ef þið langar að búið til frábæran dag, áður ekki fara út að borða. Fara til Ingu fyrst, kaupa gjafabréf og njóta lífsins. Hjálmar Örn átti frábæran dag á miðvikudag þegar Tottenham unnu Evrópudeildina.
Nú, Hjálmar, 5 bestu daga æviðinnar og sko, ég ætla að leyfa þær að sleppa við úr dagana sem börnin fætust. Og eitthvað konu tengt og eitthvað blablabla. Ég veit, hún nennir ekki neina hann þetta. Ég var algjört ánæmi fyrir svona. Tandur einn íslenska máli í dag. Það bara þannig. Ég get sagt ykkur strax. Númer 5. Og það fyrsti dagurinn á hróaskildu 1995. Það var rosalegt dæmi. Ég bara leið og hann sagði þetta og hugsaði, já, við erum að fara í lista nú. Ég get alveg sagt ykkur það að þarna var ég 22 single og það var ekkert búið að hlaupa mikið á þráðinni á Top Sjómla sko. Það var ekkert mikið búið að gera en það var, við skulum bara segja Danmörk og Svíþjóð. Já, Danmörk og Svíþjóð. Það lá Danmörk og Svíþjóð. Það lá Danmörk og Svíþjóð. Á sama deginum. Á sama deginum. Þetta Ég var gagnrýndur en þetta var skemmtilegt. Þetta var skemmtilegt. Númer 4. Ég fer í Íslendingapartí í Marseille. Já. Það er besta Íslendingapartí sem ég nokkuð að fara í. Ég fekk svo geggjaða myndir og ekki blöðurinn allt í öllu þarna. Það er nefnilega málið. Blöðurinn kemur til mín. Já. Og tekum við bara eintal. Þannig er ég að byrja til 2016. Já. Ég byrja búin í skemmtarnabransanum í 1 ára eitthvað, ekki gera neitt þannig sko. Og hann tekum eintal og kemur nokkur ráð. Já. Og þau ráð er ég ennþá að fara eftir. Það var geðvikt. Það var geðvikt. Númer 3. Ég er 13 ára gamall, þetta er 86. Fútboldirektorar kom út á Amigu. Þetta eru jólin. Já. Ég er að fá hana leik, þú veist ekki hvað fútboldirektor er, það er fyrir unni alla fútbolmannsleikjana sko. Þannig er ég að fá hana leik og ég man eftir, ég vissi alveg hvað ég var að fá frá ömmu. Þetta var í pakkan og ég var búin að rífa allan pakkan eiginlega í áður en jólin komur sko. Svo fyrir maður að opna eitt fyrir alltaf. Var ekki svolítið regla við ykkur? Já, var svona stundum svona, ég fekk það aldrei en. Ég fekk það ekki sko. Það var ekki mikið traditional jól. En sko var þetta kassetta eða? Kasta, já. Sendur hann í. Veist það, ég tók vegan í 78 tímabilið eitthvað líka sko. Og við unnum allt. Númer 2, þá fór ég í Costa del Sol Benal Beach ferðin. Já. Þegar Benal Beach, þið veit ekki hvað Benal Beach er, þið getið googlað þetta sem þið eru að hlusta. Það er Benal Beach var sundlega hótel og sundlega garður. Já. Geðsjúkt hótel. Þarna var ég mömmu og pappa og ég getið séð myndir nú þeir sem eru að googla sko. Þetta var bara bylting. Já. Ég að engi séð neitt svona. Ég fór fyrstu svona ferðina mína, það var á Los Gemlos 2 á Benidorm. Já. Það var rosa með mamma og pappa? Já. Fóruð það á Benidorm með þig? Já, okay. Við fórum mikið á Benidorm. Ok, já. Við vorum kostið sólfólk og það var alltaf bara ein sundlaug. En sjáu þetta, þetta var svakalegt sko. Og þarna manni líka eftir að ég svona, já, ég naut minn aldrei betur en þetta. Rauðharður í lauginni, í bólnum. Í hvítum ból. Alltaf fyrstu 4-5 dagar í ból. Alltaf fyrstu ból. Ég gerði það sama og Gunnar Birgis í ég var bara með hann í bólnum í lauginni, fyrstu 3 dagar. Og menn er ekki að gagnrýna. Menn sjá bara strax, já, þú veist það er ekki neikvað, hvað er hann að gera í fötum í ég bara á hann alveg gott kortir á þau allan sko. Ég hef líka, það er engin Íslendingur sem er brunni jafn mikið, ég fór 13 ári röð til Costa del Sol og ég var með blöðrur eins og öxlinni sko. Það var alveg dæmi sko. Það var til byrjað að brenna sko. Og númer 1 er að sjálfsögðu European League Cup Final Winners á miðvikudaginn. Það var besti dagur lífsins. Fyrsti titill eftir 17 ár, Evróputitill frá 1984 og þegar Eiður Smári labbaði inn í Keiluhöllina og segja, þetta er komið, hugsaði ég. Þetta er komið. Fyrirvændi leikmaður Tottenham. Var hann í Tottenham? Pappa spilaði síðasta leikinn. Pappa spilaði 84 þegar það brennur að víti. Þegar Tottenham spilum á Anderlecht. Þetta var stórkostlegur dagur. Já, þetta var flottur dagur hjá þér og þínum vinum. Þannig að til hamingju með þetta elsku. Já, það var mjög auðvelt að samklæða þjálfari. Já, þetta var alveg viðurkennt það. Hjörvar var farinn reyndar, ég náði hann ekki að kveðja hann, hann var farinn. Fórstu? Já, ég fór. Þetta veist þetta reynda geggja páum úr sko, hann var bara farinn og allt krúið hans, allir farnir. Já, Andorra segði allt. Allt, entourage. Ég sagði bara, Sony eru með Dr. Fútból og í Sony sjónvarpinu brunaði ég beint af Keiluhöllinni og heim til mín. Já, takk Epic og Keiluhöllin fyrir frábæran event. Glæsilega veitt, glæsilegt allt saman. Fór beint í Sony sjónvarpið heima á mér að horfa á körfuboltann. Ég náði þarna að loka fjórðungnum þar sem að því miður, Tindastóll fór á taugum, skoruðu bara ekki neitt í lok leiks. Hvað skoruðu þeir í síðasta leikluta? 5 stig. Það var 8 stig. Já, þetta er 8 stig. 18-8. En voruð þið bara bensinlausir? En nú, sko,
Hvað breyttist, Hjörvar? Ég veit alveg fyrir víst að þú hélst mjög einlægt með Stjörnunni í þessu einvígi og það þarf ekkert neinum blöðum. Það fer eftir hver nálægt mér. Einmitt. En það er mikið búið að vera að tala um hérna allt Tindastóll og eitthvað svona. Gárungarnir. Já, en ég meina þeir svo sem vita að það hefur svo sem ekkert vantað upp á það að Tindastóll sé að bjóða landsliðsmönnum og topp Íslendingum frábæra samninga en það leiðin oft lengra norður heldur en í bæinn. Já, heldur betur. Hvernig að tapa svona leik og vita það að maður á eftir 4 tíma akstur heim eftir svona tapleik? Hvernig það? Ég hugsaði að það væri ekkert spes tilhugsun en bíllinn minn var fullur af frábæru fólki. Já, en þeir voru... Nei, þú trúir held ég ekki uppistandunum sem ég fekk bara frítt á leiðinni heim frá Tómas Steindors og Auðunu Blöndal. Já, hann að Auðun var bara kátur. Já, sko, nei, ég ætla nú ekki að ljúga því að Auðun hafi verið kátur. Ég er búin að fá svona 15 spurningar eftir að ég kom heim. Hvernig hafði Auðun Blöndal á leiðinni heim? Já. Þetta var þungt kvöld fyrir hann. Já, hann þarf líka bara, stundu þarf maður að leyfa sig að dreyma og investar öllum tilfinningunum sínum og leikir tapast hér og þar. Og það nú bara eina, og ég sagði það líka við hann, bara lífið heldur áfram. Já. En þetta, þú veist, það líka bara mjög velt að samklæðast þessu Stjörnuliði, mikið af frábæra leikmönnum og topp einstaklingum og náttúrulega Hlynur bara enda þetta á frábæran hátt. Hilmar Henningsson er náttúrulega bara sturlaður leikmaður og Orri Gunnarsson sömuleiðis. Ertu sáttuð þjálfaran hjá Tindastóli? Sáttur? Já, ég meina, þú veist, það var ýmislegt reynd sem sumt gekk upp, annað ekki, en undir lokina þá bara því miður, þá duttu skotin bara ekki og það bara þannig alltaf í leika, það þarf einhver að tapa. En þetta var, ég get alveg viðkynnt þetta var blýþungt. Já. Þetta var eiginlega bara ógeðslegt. Þetta var mjög skrítinn loka fjórðungur því að maður hafði ekki verið inn í þessum leik og það bara fór ekkert í og það var endalaust að reyna þryggjastæða skot. Þeir voru svolítið í svona partíþristum sko. Þetta var sem að hafa verið Stjarnan hélt sér alltaf við sitt gameplan. Alltaf. En þessi þristar hafa verið hingað til í úrslitakeppninni að detta í þeim leikjum þar sem þeir hafa verið eitthvað að streiða á heimavelli. Þannig að Já, eins og ég segi, þetta vera vitur eftir og allt það, en þeir svona, þeir fóru kannski aðeins úr sínu svolítið, má segja. En Stjarnan líka bara gerðu vel í að sækja körfur. Það ótrúlega hvað voru oft slækir í körfunni að halda í boltan, bara eins og gefa á milli og svona hvað auðvelt eins og þau voru að kasta boltanum út af og í hendurnar ákvora öðrum. Hvað skoraði Hlynur Bæriksson í svona leik? Það var ekki mikið. Hann var með 3 stig. Það setti eitt þrist sem var bara nokkuð mikilvægur. Hann var svona gæinn sem að ég veit að þjóðin hafði gaman að sjá vinna þetta allt saman. Bylti síðan mynd. Já, geðveika mynd sko. Hryllileg mynd í raun þegar að og það var ég og hún Garðabæjar mamma. Kristín Kaldal. Við vorum svona sammála að við hefum betur sleppt þessu en það kom síðan ljós að hún og líka efnin að stráki í boltanum heldur betur og gæti orðið svona okkar næsti sko en þetta var ansi skondið 43 ára að fagna einhverjum titli og það var hægt að ráðlega við því sem var mjög skemmtilegt ég meina, hann officially hættur Jú, hann er hættur hann er hættur síðasti leikurinn hans og ætlaði að hætta eftir tímabili í fyrra þar sem að hann kom einmitt inn á það að þeir töpuðu á móti Breiðabliki sem þá voru fallir og mista play-offs sem hann hefði verið mjög leiðilegur endir þannig að hann tekur 1 ári viðbót og fyrir hann bara fulli í stjórnmálin fyrir hann flegiferð í stjórnmálin Framsóknarmaðurinn Geðuí eins og þetta er kallað þetta var mjög skemmtilegt auðvitað hrósa bara Stötu Sport þeir eru auðvitað búin að gera þetta ótrúlega og ég meina ég sá að það voru stóru sleðarnir voru mættir þarna, ekki bara Auðun Blöndal, það voru fleiri stóru sleðar. Já, það voru allir dregnir fram þarna. Hverjir voru þarna? Ef við förum með þessu helstu, ég meina Úlfur voru mættir þarna, Hallgrímur Mar náttúrulega er alltaf mættur þarna á fremsta bekk, alltaf gaman að sjá hann Pétur Jóhann var þarna í stúkunni. Nú var Pétur Jóhann í away. Hann er frá Garðabæ. Já, ég veit, en hann er svo harður að mæta. Hann er yfirleitt einn að fá mann úr Garðabænum sem var þarna á sveðinni, hittir bara einhverjum svona pappar úr Árbænum sem einhvern veginn hafa náða að nörla saman einhver smá penning til að kaupa íbúð þarna sko. Þannig að þetta var ekki mikið, nei svona royal Garðbængarnir voru ekki mættir þarna, sá ég. Nei. Ég sá að frændi var ekki. Nei, Bjarni var ekki. Nei, Bjarni var ekki. Nei, hann var í það var frændakvöld og Björn Ödder, hann var nú búin að vera þarna stóristur vinnu minn að hann ætlaði að mæta en ég sá hann hvergi en ég óskaði hann samt til hamingju hann er frábær. Gerðu það? Algjörlega magnar. Já, þetta var skemmtilegt og það var einhver að vinna og tapa. Frábær úrslitakeppni, mikið af ótrúlegum leikjum sko. Og alveg rétt, Stötu Sport gert frábærlega. Heldur betur. Frábært stöf
sem ég segja landlag sé hags. Þar það Samherji sem vinur Dóttor fútból, Samherji og Dóttor fútból, þar sem sjálfbærni og samfélagslega ábyrgð þeir tekið föstum tökum og minnir líka á bleikjuna sem að svíkur engan hvort sem á grilli eða steikt á pönnu, ég steikið það oft bara á smjöri fyrir krakkana. Það ekkert endilega gott að grilla bleikju sko. Já, ég stundi vil ég bara hafa hlutin einfalt. Skil það svo sem nóg á smjöri. Bara af því að við ætlum að klára hérna bara aðra íþróttir. Það voru Framar Íslandsmeistari í handbolta í þessari felu úrslitakeppni sem að fer fram í handboltanum. Já, þeim tókst að fela þetta helviti vel. Og þetta leiðilegt af því að þetta náttúrulega frábært, þú veist, gæðin í svona leikmunni, ég meina þessi Reynir leikmaður sem að gæti orðið farsæll atvinnumaður, góður leikmann í þessu öllu saman hjá báðum liðum, bæði Fram og Val. Og þetta var með ólíkindum hvernig þetta fór algjörlega fram hjá mér. Ég var að skemmta í Keiluhöllinni í gær og það var ástæða fyrir ég sá þennan síðustu mínútur þessu leik, annars ég bara glimt þessu, ég bara ekki séð þetta. Það var ólíkind. Já, þetta var ekki alveg handboltaðar aðeins að hugsa þetta allt saman upp á nýtt. Þau eru svona að bara læra að búa til úrslitakeppni, þú veist, upp á nýtt. Já, svo vantaði bara, sástu stúkuna, bara fullt á lausum settum. Þetta ekki gerst í neinum körfuboltaleik. Sko, ég man eftir fyrir nokkrum ára síðan, þá var úrslitakeppni körfu og handbolta á sama tíma. Sko, gæðamunurinn var svo gigantískur. Handboltamegin varstu með Selfoss og FH og þarna voru allir efnilegustu handboltamenn þjóðarinnar á einu gólfi, meðan það var breakfast í körfunni, sko. Það var bara, þú veist, bara heppin eða hittu bitan, sko. En sko, maður dregst alltaf að spennu. Það sem körfuboltum gefur okkur alltaf. Og hins vegar verða menn að fara að slaka á þessari 3 stiga línu, sko. Það bara allt fyrir behind the arc eins og ég kalla það sko. Ég vil fá barningin í tegnum sko. Já, ég vil fá barningin inn í tegnum. Elska sko. Þetta þessi nýji skóli. Já, en að banna 3 stiga nema þegar það svona 5 mínútur eftir. Þá kveikja 3 stiga línunni. Það eitthvað verið talað 4-point line. Já, það hræðilegt. Já. Það má alls ekki breyta. Það má alls ekki gera það. Það má ekki gerast. En allavega, ég hef ekki mikið meira að segja, bara gaman fyrir Fram. Það náttúrulega ábyggilega verið pínu erfiðir dagar í Grafarholti undanfarna daga, en þess vegna enn skemmtilegra að vinna þetta. Og Magnús Öder þarna. Já. Þetta voru svona frægu Öder fjölskyldu. Já, þetta eru frægu Öder fjölskyldunni, já. Þannig að við eigum nú ekkert eftir að nefna nokkra hérna til þess að klára fjölskylduna, en jú, þetta þessi frægu Öder fjölskylda. Og Mari Baldursson þakkaði fyrir sig með einu marki. Jep. Þannig að flott er. Já, bara Framararnir bara sína það, þeir eru besta lið og eru vel að þessu komnir. Til hamingju með þetta, Framarar. Einar Jónsson, kraftaverka maður. Já, hann vaknaður maður. Heldur betur, hann vaknaður. Hann vaknaður. Hann vaknaður og magnaður. Heldur betur. Blái Boss á tilboði. Já, þetta geðveikt tilboð. Blár Boss á tilboði Bíkó. Þetta eitthvað dót sem aldrei gerist. Það Boss, þú ert með Boss ilminn góða þarna fyrir fram að þig, en það Bosch. Já. Sá blái. Við erum að tala Bíkó. Ég áttaði með því að hjá mig var ekki kveikja. Þetta topp verkfæri. Heldur betur maður. Og ég held sem eins og svona dúllari eins og Gunni Birgis eins flottur og hann þá hann ekki við bláum Boss að gera. Þú getur keypt venjulegan. En blár Boss svona rólsinn í þessu. Ég með bara, Bláan, áttu bláan? Nei, ég ekki með bláan. Nei. Ég eins og það alveg rétt svo að segja, ég svona meiri dúllari. Ég bara leika mér að hengja upp kannski eina mynd hér og þar. Já, fatta hengi og eitthvað svona. Svo niður með einn og einn vegg og eitthvað svona. Bara dúllaðir. Það gaman, það líka gaman. Í samanlík. Hérna nú á að taka bjórinn af fólki á íþróttaleikjunum. Það frábær hugmynd þarna, það að myndast einhver smá spenna og gleði og maður var við þetta í góða veðrunum daginn að menn voru mættir allir á fótboltaleiki á Íslandi 2 tímum fyrir leik og hlæja og á gaman. Það gengur auðvitað ekki upp. En svo fyndi alltaf að trýta íþróttaviðburð eins og öðruvísin alla menningaviðburð. Ég myndi að ef áfengirinn tekið af þjóðleikhúsinu og borgarleikhúsinu. Það dettur þetta einhver með hug. Myndlistasýningar megi ekki bera fram vín. Pældi bara bulli, við erum alltaf að reyna að fara aftur í eitthvað kjaftæði. Það sem ég hrættu við að Willum oft svona, hann dálítið mikið að svona, hann eldir oft vindinn bara, hleypur í þær áttir. Ég svona að Willum, hann hljóti nú að stoppa þetta í fæðingu, en það sem að mér finnst áhugaverðast við þetta að þetta fólk sem að nefna þetta sem að þau vilja meina sé skaðaleg ímynd fyrir íþróttir og annað. Sko, það má náttúrulega ekki gleyma því þetta líka bara mikilvæg tekjuöflun fyrir íþróttafélögin og ég segi alltaf, þú veist, þetta bara alveg eins og þegar þú ætlar að setja einhvern leikmann inn í byrjunarlið þá þarftu að taka einhvern leikmann út
ég meina þið þurfum að koma þó með eitthvað í þú veist, hvernig eiga félög, af því nú má ekki auglýsa erlenda veðmálasíður sem að við vitum að væri fjárstyrkur til íþróttafélagana. Nú má ekki auglýsa áfengi og nikotín og eitthvað svoleiðis sem að væri sömuleiðis fjárstyrkur til íþróttafélagana. Ég meina, komið þó með og þetta treflega leik kemur alltaf með sömu raukin sem börnin þetta eru íslenskir fótboltaleikir einhver barnvænustu viðburð sem þú ferð á og ég fer mikið á yngri minn á þessa leiki og hef ekki orðið var við eitt eða neitt við hann ekki byrjað að drekka hann eiginlega ekki þannig en ég meina þetta bara uppbeldi, þetta kemur bara niður á því bara eins og með allt annað í þessu þetta bara eins og hver annar menningaviðburður sjálfsögðu, trítum þetta bara annars það má alveg vera þannig að eins og í Bretlandi og mátti ekki fram með bjórin í stúkun auðvitað bjórin fyrir stúkuna það má alveg vera þannig það á að vera þannig Bretar eru bara kjánar þjóðverðir með þannig og í Danmörku er þessi skemmtilega hefð að kassa ógeðislega gaman ég er til í þetta þannig að þeir setja einhverja svoleiðis reglu það verður eitthvað svona lítil regla sett einhver góð regla einhver lítil það hefur ekki verið neitt nei, það hefur ekkert verið neitt minn almáttur þannig að, já, eins og segi ég veit ekki þessi leikir alltaf á sunnudum og mándum ég held að sé ekki rosalega margir sem að fara að keyra í sig þar og ef það er svoleiðis þá er það vandamál bara til staða þá er ekki sem félögin í landinu geta gert í því gaman aðeins blái bósi ég vil bara að íþróttafélögin bara stíi þétt í jarðar nei og líka bara það er alltaf lægi að þau reyna að búa sér til pening eitthvað neginn sko nei alls ekki skoðum þetta áfram með löðrandi gæði út allt í bestu deildinni nú getur þú farið á löður þvegið bílinn fengið áskrift 50% fyrir hinn bílinn tjekkja á því hjá löðri þú verður þetta í Parka appinu góða KR Fram í kvöld geðveikur leiktími 19:30 á föstudagskvöldi já það má fá sér þarna í Laugardalnum og hafa gaman og njóta lífsins í bili og aðeins að lifa lífinu KR skýta úrslit síðustu 2 leikir hjá Káringum og nú það Framarandir og það einhver ára yfir Fram þessa dagana það eru titlar hér, það eru titlar þar og hvernig fer þetta? Hvað er að fara að gerast þarna Gunnar Birgisson? Ég held að vera svo sem bara áframhaldaði sama hjá KR Úlingarnir verði eitthvað með þetta? Alexander? Sko, Sigurður Breki náttúrulega eitthvað frá Alexander geti alveg fengið tækifæri en þetta veltur líka á því hversu margir af þessu leikmönnum sem að KR hafa verið með í meðslum eru komið tilbaka Lou Gray verður nú eitthvað frá þannig að ég held að þetta geti bara verið mjög skemmtilegu leikur ég held að það var ekki sturlaði leikur það er alltaf gaman að horfa á KR já, föstudagskvöld og þessi leikur á móti Afturelding var svakalur þetta var með ólíkindum ég var svo gjörsamlega búin að afskrifa Afturelding í 2-0 en svo getur bara KR unnið en leik 5-1 bílað að KR eru búin að skora 22 mörk og liðið fyrir ofan þá vestri þeir eru búin að skora 8 en pæliði samt í því hvað hlakkar í mörgu leið Óskar Hrafn sem er búin að með þessi yfirlýsingar spilar hennar bolta og tapar síðan á móti Afturelding og það er svo svona það hlakkar í mönnum ég held að menni þetta aðeins að kæla á hlökkunni er það? já hver er það? Hver þá? Það er ekki sérstaklega út í eira bara í samfélagsspilum ég er ekki búin að screenshotta og taka fram hverju þetta eru sendu á mig ég skal hringi það við þurfum þessi þjálfara við þurfum kannski mátt skilja eittir 1 bát þannig í fjörunni já, þetta en þetta er náttúrulega sem gerir hann skemmtilegan hann er náttúrulega líka þú veist með þessa skemmtilegu bara þetta skemmtilega mál sem hann talar ég meina og hérna en ég upplýði stundum eins og hann sé sko að tala til stjórnarinnar svona að hann sé svona herri gefðu mér aðeins tími í þetta whatever en þú veist maðurinn þarf ekki að hafa neinar áhyggjur það er ekki sko ég veit ekki hvað þyrfti að ganga á til þess að hann þyrfti að hafa áhyggjur á sínu starfi sá mér þess að hann geti fallið með þetta lið sko hann geti fallið með það sko en það er aldrei að gera nei ég er að segja hann er það öruggur en ég meina að þetta er ekkert ósvipað þú veist jú þetta er aðeins ósvipað en ég meina Amorim þetta er svipað þú veist þeir eru fastir í sinni hugmyndafræði og þeir eru ekki fara að falla frá henni sem að mér finnst ákveðin rómantík vera í ertu ekki sammála með því? Jú ég meina það væri mjög auðvelt fyrir Amorim að breyta
út frá gengi liðsins og það væri líka mjög auðvelt fyrir Óskar Hrafn að breyta, herri, nú förum við bara hérna, við erum komin hérna í 2-0 á móti Aftureldingu, nú förum við bara í five at the back og við förum bara og spilum lágblokkar fótbolta. Mér hefur aldrei langað meira til að vera á einum varamanna-bekk eins og á Barcelona-bekknum í Inter Barcelona. Á svona 88 mínútur og ég sagt Sessni leggstaðins, láttu eins og tóknaður hérna aftan í læri og hérna fáum aðeins gengið hérna. Herru, slökum hérna aðeins á, förum tilbaka, þeir eru sprungnir og þeir eru ekki fara að gera neitt. Neinir, mættu Barcelona með einhverja sko 8 frammi á 9050 mínútur og fengu þetta í bækið. Línan þeirra var bara miðlínunni. En hérna, stundum finnst mér nú allt í lagi bara að gera það sem þú þarft að gera til þess að vinna fótboltaleiki og það hafa menn svo sannarlega Stundum þarf að vera klókur. Stundum þarf að vera klókur nefnilega og það er bara svoleiðis Ég held samt að þetta sé ekkert ósvipuð þróun og var hjá Breiðabliki að þú veist, menn þurfa líka bara svolítið að læra inn á systemið og æfingarnar og allt þetta og þá held ég að svona KR sérstaklega bara strax frá með næsta ári að þá bara verður þetta mjög öflugt og mögulega farnir að berast Íslandsmeistaratitilinn. Tippum á þetta á eftir. Ég hins vegar bara af virðingu þó ég hafi verið með þátt í gær, þá get ég ekki sleppt í að ræða úrslitaleikin í Evrópudeildinni því að Nokko með Dóttorfútból í Evrópukeppnunum mikið að vera tradisjonalistarnir viðhöldum áfram í Ramón-reitinum meðan að unga kynslóðin prófa sig áfram í nýjum spennandi bragðtegundum. Til hamingju með titilinn, Hjálmar. Já, takk fyrir það. Sko, finnst þér þetta alltaf skrítið á óskamunum til hamingju með titilinn sem voru ekki sjálfur að spila? Ég hér að hætti þessi djöfisisreglín. Ég finnst það skrítið. Þetta er svo þegar menn, ég held að vera hann hérna hjá Viðreist fyrir hann til fréttamaður RÚV, hvað heitir hann, Sigmar Guðmunds, sem sagði sko, ég skil ekki þetta hatur á móti Tottenham Arsenal þegar hann byrja á Íslandi. Já. Ég er sammála, fyrsta skipti í sögunni sem ég reyndi sammála. Af því að Hættu þessu. Þú veist, þegar maður ekki fættur í Norður-London en til hamingju með þetta. Já, en takk ég líka eftir einu. Ekkert á Twitter, ekkert á Facebook, eitthvað grína Arsenal, ekkert svoleiðis. Ég læta bara eiga sig. Ég held áfram bara. Það er enda fallega gert. Já. Sko ef ég hefði fengið 1700 eitthvað dagar síðan Arsenal vann bikar, ég er ekkert að minnast á það út allt eitthvað. Nei, það er ótrúlega vel gert hjá það. Þau voru að vera, sko, er þetta að vera Íslandsmeistari í B-deild, eða þú veist, er það hægt? Þetta er bara Evrópudeildin. Þið unnuðu þess að keppni hérna móti Parma á sínu tíma. Ég ætlaði ekki að fara þarna, sko, Hjálmar bara byrjaði. Ég var bara það barnalegur og ég svara. Sú keppni er þetta ekki til í dag. Ég svara alltaf í sömu mynd þegar Hjálmar byrjar. Arsenal hefur ekki unnið Evrópudeild í B. En nú er það hellingsævintýri sem býða ykkar, Hjálmar. Það er nú er bara uppbygging. Nú er það Supercup leikurinn í ágúst. Já, ég ætla að skella mér 13. ágúst í Útinesi. Geðveikur völlur, sko, geðveikur. Ég ætla að skella mér. Ég góður að vinna hóp. Ég tek litlu flugular sinna með mér. Já, hún mætir hérna. Nú er bara gaman, nú er bara spennandi framönda. Nú á að njóta. Og ég get sagt ykkur eitt, Gunnar. Flóðgáttunar eru opnar. Flóðgáttunar eru galopnar. Mér heyrðist nú öllu að þið ætlaði að reka þjálfarann ykkar í kjölfarið. Takk honum fyrir velunum störf. Ef ekki að vera í núinu, verum í núinu. Það var margt í þessu, þetta ævintýrlega ljóta sigumark, þar sem að boltin fer í lúk. Fer hann í Brennan Johnson? Já, menn virðast halda það já. Okay. Ég bara aldrei, þetta var líka á versta tíma í lok fyrir áleiks, alveg á hörmungar skýta tíma, svo var aldrei neitt fótbolt í seinni áleik, því að menn lágu þarna á öllum bólabröðum beitt og Manchester United einhvern veginn of heimskir til að hvað maður að segja, að kveiki einhvern veginn í þessum leik, leysa þetta upp í einhverju vitleysu og Garnacho ekki að byrja, hvað þvæla er þetta? Fáránlega ákvörðun. Ugarte, hvað rugl er þetta? Fáránlega ákvörðun. Það er tveir menn sem ég kveið mest fyrir að mæta. Ans tók líka frábæra ákvörðun, hann var svona ekki liðin. Ekkert emotional kjaftaði eins og við gerðum með Kane á sínum tíma á móti Liverpool, nákvæmlega. Þannig að það var vel gert til hamingju með þetta Tottenham. Það er eiginlega, sko, ef maður vill tapa fyrir einhverjum, þá er það vinir mínir í Tottenham. En þið voru taplausir fram að þessu? Það var taplausir fram að þessu og eigum alltaf remontata minningarnar og ég ylja mér við þetta allt saman.
Var búið að afhenda ykkur skjöldin fyrir þarna sigurinn á móti Arsenal? Voruð þið búin að fá þann? Sigurinn á móti Real Madrid. Real Madrid fyrir ekki. Já, ég meina í nefnleiku þá það þannig að ef þú vinnur þann sem bestur. Nei, ég bara spáði hvort það var búið að afhenda ykkur. Þá færðu beltið. Hvort það Pareiti verði. Já, verður það klassin okkar Pareiti við Open Toppers að fagna aukaspyrnuna. Ég veit að þið eru að fara að spila við ansi góð lið núna næsta ári í meistardeildinni. Gunnar, við erum í núinu. Þetta snýst nú allt. Mér fannst flottur póstur hjá Tomma vini mínum á Dr. Fútbol leikmenn þegar hann varaði nú stuðnins með begja liða þarna væru hörkulið. Já, en það sagði ég líka að ég hefði lesið sögu Arsenal í meistaradeildinni þegar ég gekk frá stofunni. Það les engin komment í dag. Já, ratioed. Gamla góða ratio. Nei, vandamálið ég unni tóttina vel að vinna þennan titil og samklið. Það var bara þegar Hjálmar fór eitthvað að skjóta. Já. Þá skauti ég aðeins Varstu reiður. Snöggriðist. Já, ég ætlaði ekki að fara þarna. Tengi. Katt í 100 ár. Já, kettir hafa núna officially verið á Íslandi í 100 ár. Kötturinn fæst í Kletti. Lausagangur katta. Allt sem hann byrjaði þetta. Ég að láta menn halda í sig tala ketti, en ég að tala vörumerkið. Katt. Wow. Félagi minn sem bara alveg, þannig að mér sagði eins eldri en ég. Hann var að fá sér 2 ketti, það ekki? Það er mjög skrítið. Það er rétt flagg. Ég ætla að virðingu hann að ég ekki að láta nafna skrítið. Nú erum við að ræða vinnuvélarna góðu frá Katt. Þetta er eitt af mínum uppáhalds vörumerkjum. Herru, stórleikurinn í þessari umferð er líklega á sunnudaginn. Það er að FH og Breiðablik mætast. FH-ingar að finna einhvern smá hita. Skemmtilega uppsett umferð. Með leikina 2-5 á morgun og 2-7 og svo þessi stakileikur á sunnudaginn. Líka á sunnudegi, ekki mánudegi. Já, þannig að þetta verður þetta er klálega stórleikurinn og ég meina Breiðablik á úti í Kaplakrika nú bara þetta er leikur. Þurfum við ekki að kafa eitthvað aftur í tíma til þess að finna sigur þar, eða er ég að rugla? Ég man allavega hjá Breiðabliki. Nei, þeir unnu bara í Já, rétt, þeir unnu í fyrra. En fangarnir hafa átt oft sína bestur leiki á móti Blikunum. Já. Þannig að þetta verður heldur betur áhugaverð viðureign. Þarna fangar að komast í gírinn, Kjartan Kári og allt það, menn að Blikarnir hafa aðeins verið að heiksta, en samt þeir efstir. Og hvað gerist þegar þeir koma síðan í stand? Það sé nú svona meira. Sá Tobias Thompson í morgun. Glæsilegur að venni. Já, sá er glæsilegur. Sigurinn í fyrra var fyrsti sigurinn frá árinu 2019 hjá Breiðabliki í Kaplakrika. Já. Hjálmar, þú ert mjög metrosexuál maður. Já. Og þú sér einn af þeim fyrstu þetta byrjaði. Já, þetta byrjaði allt saman. Þú getur séð hvað menn eru huggulegir en aðrir. Já. Þú veist, Tobias Thompson, hann hlýtur að vera á topp 5 hjá þér. Alltaf. Og gaman líka að sjá hann ekki í íþróttabúning. Já, það er hikalega. Það er skemmtilegt að sjá svona casual clothes. Mætingagalinn hjá Blikunum er mjög flottur. Svona græn golla og léttur tí undir og svo eru þeir með svona buxur sem eru svona aðeins víðar. Svona stílhreinar buxur. Ég held þetta sé frá Santino sem að Viktor kallar ángríns. Ég hef bara gaman að því þegar menn mæta snirtilega til leik sko. En ekki í, þú veist, einhverju traksúti eða eitthvað svoleiðis sko. Heldur betur. Algjörlega. Slum fara yfir þetta með kjarnafæði, ótrúlega grilldagar að baki. Aðri leikir í þessari umferð, það er K.A. afturhelding, það er Valur IBVF. Vestmanningar að fara að gera sig glaðan dag á morgun þar sem þeir ætla að hittast í Samirinni, fagnar 70 afmæli Ásgeir Sigurvinssonar. Það er á morgun. Nei, það er kvöld, fyrirgefðu. Og svo er það Vestri Stjarnan. Víkingur Ía. Þetta eru rosalega leikir. Erum við ekki verið að opna rauðinsflösku þarna Víkingur Ía, svona traditionalistatir, Hjálmar? Jú, þú tókst kannski eftir ég verið rauðurinn á miðvikudaginn. Já. Ég er svona verið að taka mig svolítið í því. Já. Og ég opna eina litla, bara 350 ml. Já, ég er svolítið í henni. Já, miniatures. Já, tekir bara nokkara þannig, líður betur. Átti þessi nú staðið hérna ákveðin sögufölsun í síðustu viku þegar Víkingar áttu að hafa verið með 6,11 í XG á móti Stjörnunni. Það var ekki það. Það var órafjari frá því að vera rétt. En Væskátt eru vist búin að vera aðeins að gera á bitan með tölfræðina á þessu tímabili. Ok. Og ég veit að það eru margir þjálfarar í deildinni sem eru bara mjög ósáttur við þeirra störf. Bæði hvað var þar, svona, það er þessi detailuð eins og þetta PPDA eða Passes per Defensive Action
og svo þessi XG að þetta ofta reiknað af einhverju svona AI-dæmi en það ekki mannesku sem að fara yfir þetta eins og til dæmis hjá Opta þannig að Opta-gögnin oft svona nákvæmari. Sko ég spurði Andri Shevchenko að þessum dag hvað hún þætt tölfræði fótbolta og ég ætla svona eitthvað að reyna að sniður eitthvað tölfræði fótbolta sem þið finnst algjör bull eitthvað. Sann XG. Nei, þá sann mér þykir vænt allar tölfræði sem ég fæ á hverjum einasta leik. Ég held og pæli í þessu öllu. Þannig að hann var ekki með neitt svona eitthvað þetta ekki gott eða þetta vont eða þetta meikir engan. En það finnst mér það bara leikþáttur, ég meina við sjáum bara bandarískar íþróttir þar sem allt greint niður í þaula. Þetta bara það sem þú verður að gera til þess að finna þessar edges og líka bara, þetta gott fyrir þig þegar það gengur vel og þetta líka gott fyrir þig þegar það gengur illa en ert samt að spila vel kannski. Þá getur þú selt hugmyndinni þína að, ok, við unnum kannski ekki leikina, við erum að skapa okkur færi, við erum að halda í boltan, við erum að senda, við erum að pressa. Nei, hann sagði þetta ekki út á neitt og bara sagði þetta var allt frábært. Og það eiginlega bara, ég elska bestu deildina svo mikið sko. Mér finnst allir leikir í þessari umferð góðir til dæmis. Þá skulum við tippa á. Er það ekki? Og ekki tippa á þetta? Let's go! Herru, árum við byrjum þá ætlum við að byrja að spara fyrir beintin á auði, byrjum að spara á 2 mínútur, stofnum reikningin og dælum inn gamla góða 50 skallinum á þetta. Ég með reikning fyrir stelpunum þannig. Veistu hvað, svo góð pappi. Ég var bara Nei, hann byrjað að gráta. Vá. Það áfram. Vá. Þú ert svo frábær. Þú ert besta manneski sem ég þekki. Þú ert besta. Og svo getur þú sungið og hann alltaf hæfileika í heiminu. Drekkur ekki. Hann förum í KR Fram og hvernig þú byrjar KR Fram? 4-2. 2-2. Káa afturhaldi 1-3. Nei, Marcel Römer kemur hérna inn með 7,7 einhverna móti IBVF, búin að vera frábær undanfarið. Þetta 3-1 Káa, 3-1 Káa. Valur IBVF. Hann vildi að ég myndi að Römer fjölskylduna afsökunar. Danan snjalla. Valur IBVF 2-0 Valur. Já, ég segi 3-0 Valur. Mér skilst að Ólífur Heiðarsson sé frá í einhvern tíma. What? Var ekki gott. Vestri Stjarnan. Þetta 2-0 Vestri. 1-0 Vestri. Víkingur Ía. Þetta 3-2 Víkingur Reykjavík. Nei, ég held að það verið 4-0 Víkingur Reykjavík. F.A. Hafnarfjörður á móti Breiðablik Kópavogi. 1-3. 1-1. Þessi leikur á sunnudagskvöldið, ég get ekki beðið. Það bara einu sinni þannig. Ef við ætlum aðeins að fara yfir í lengjudeildina. Já. Því að það svona deildin sem að fólkið einhvern veginn hefur verið að elska, alveg eins og Garðhúsgögnin í Garðheimum. Garðheimar góði heimurinn í Breiðholti. Hjá Garðheimum færðu fallegu Garðhúsgögnin. Þið vitið, það svolítið munur á ljótum Garðhúsgögnum og fallegu. Já. Og reynir nú að hafa hlutinni í lagi, það spáir besta sumri í áraraðir. Við erum allavega með þessar hluti á hreinu og kíkjum í Garðheima, sem góði heimurinn í Breiðholti. Nú, hvað sjáum við hér? Fylkir Þróttur, það alveg, herri býttu, Fylkir Þróttur, Hjálmar, þú ert væntanlega mættu fyrir leika að taka í hendurnar á. Ég leiði leikmennina væntanlega út á völd, ég myndi að halda það. Já. Þetta svakalegu leikur. Ég ætla að kíkja, ég ætla að kíkja í lautina. Væri ekki gaman að hafa eitt svona, þú ert ekki nema hvað, 52, að leiða þarna, ekki bara leiða börnunum að gera þetta, heldur. Það væri geðveikt. Já, hvern myndur vilja leiða? Hvern myndur vilja leiða? Ég myndi bara leiða fyrirliðana brot og völd. Ég myndi bara vera fremstu með þeim og leiða þetta. Ok, ég til í þetta, ef við liðinu til í þetta, ef KS að hlusta, þá er ég tilbúin. Ég get líka gert það við Keflavík. Ég er náttúrulega tengt að fjölskyldum Keflavík. Þeir mæta leiknu heimavalli, þeir vinna þann leik. Já, ég get gert það við mörglið. Svo er það IR Selfoss, talandum góða heiminn í Breiðholti. Þvílíkur slagur. Og svo er það HK liðið sem að smelti 3 í grímuna á Vesturhamar. Eru þeir vaknaðir? HK-gandir? Heldur betur, þessi sigur búið Leikni, hann gaf bara öllu stuðinu bara, og maður heyri það að Kópavogsbúar í dag, þeir geti ekki beðið eftir HK-leikin. Það fjörið. HK Njarðvík og á morgun sára vinir mínir í Grindavík sem að mæta Þór.
og ég held að ekki bara þjóðin mun standa með Grindjánunum mínum. Svo náttúrulega liðið sem allir eru búin að afskrifa, Fjölnir. Já, þeir eru að mæta með völurunum. Já, þeir eru bara búin að rábarir. Já, þetta svona ekta leik. Næsta sæti en með 2 stig. Þú hefur unnið Fjölni í fótbolta. Þetta svo skemmtilegt skildi að segja frá þessu. Ég vann Fjölni 1-0 í fótbolta. Þetta er 1999, brjála veður upp í Grafarvogi og við unnum á 1-0, ég var svíper og við vorum í 5 manna vörn og ég var svíper og ég var að þjálfa player manager, fyrst skora segumarki Óli Síkó, þið unga fólkið minni ekki eftir honum og legend, já þú manst þetta og hann var legend, skora segumarki 1-0 og bara þú svíper að lesa leikinn allan tíman í brjáluðu veðri sko. ég man eftir, ég fekk krampa strax bara á 20 eitthvað mínútu, ég held áfram Leiknir að fara út á móti Keflavík og þeir getur verið með 1 stig eftir 4 leiki Leiknir og Fjölnir Reykjavíkur Stórveldin 2 í 2 með næstu 17 Já, Fjölnir gerir jættibla móti Fylki núna bara í síðustu umferð Hvað sá ég eftir geðveikt skallamark á dögunum í einhverjum leiki í lengjudeildinni það var svona hangtime skalli það var í Þróttur Grindavík það var einhver strákur í Grindavík skoraði þetta mark tók bara hangtime skallaði fjær þetta var á einhverju TikTok síðu lengjudeildarinnar 1-1, 0-1, 1-1, 1-2 Þetta eru úrslitin í síðustu umferð allt 50-50 það er, þú veist, við spennum fiklanir við verðum bara að fá meira við verðum að fá meiri lengjudeild fleiri garðhúsgögn en förum samt yfir í enska boltan Vitið hvað er í gangi núna strókar hjá Voltununum? Nei, það er ágætt og vitir það ekki því að ég ætla að segja það núna spelti spennt 20 pulsur frá bæjarins bestu sent beint heim með Volt á 9.900 kall Þannig að þú ert bara komið með pulsupartí Þú ert bara komið með ammæli Þú getur basically bara græjað eða bara þú ert að bjóða fólki heim eitthvað og þú ert eitthvað ekki með neitt heima Þannig að 20 stykki og þetta er bæði 9 og 9 Hvernig ætla þetta sé ferjað? Ég er að pæla hvernig þetta sé ferjað þannig að við haldi gæðum Ert þú ekki að ágjöra því? Nei, skal ekki að ágjöra því Sko, að lokum er tilbúð C sem er sannkallað veislupakki 20 pulsur á 9.999 Sælar Þetta er rosalegt Sælar, komið oft hingað Það er þessi hérna Þetta er ilmurinn góðu það sem að segir eitthvað Já, Voltararnir er að gera skemmtilega hluti ef við skoðum líka bara ensku úrvalsdeildina helgina Allir leikirnir auðvitað á sama tíma minna á Dogzone Það verður All-Star Dogzone hér á sunnudaginn Gunnar Birgisson einn af þeim sem verður á svæðinu og við byrjum að sjálfsögðu klukkan svona rétt fyrir 3 förum yfir þetta á YouTube gerum upp tímabilið, föðmumst, rífumst en skiljum allir sáttir að lokum Nú, úrslitin svona stóra máli í þessu öllu sem er náttúrulega að keppa meistaradeildarsæti Nottingham Forest Chelsea er úrslitaleikur fyrir bæði lið reyndar kannski Forest ekki nægja að vinna þann leik en svo sannarlega allt undir þar Aston Villa voru ekki hefnir að United hafi tapað þessum leik á miðvikudaginn þeir fá brjálaða rauða djöfla í andlitið og líklega þarf Unai Emery að setja sig við Evrópudeild eða sambandsdeild á næsta tímabili því að ég sé þá ekki fara í gegnum þetta Nú, Liverpool taka á móti titlinum gera það á móti Crystal Palace og Manchester City, ég held að þetta sé nú bara komið hjá þeim en þeir mæta samt Fulham þeir klára það þeir mæta Fulham reyndar á útivelli það er alveg erfiður leikur, getið sagt ykkur Hefur Fulham eitthvað að spila upp á? Ég hef möguleika á þessu Nei, ég heldur ekki möguleika á neinu Nei, þetta er búið Því að leikirnir fóru illa þessi útstildaleikir fyrir liðin fyrir neðan eins og hægt var því að City, Tottenham mann sem að skipti ekki öllu máli og svo vann auðvitað Crystal Palace Manchester City skilur þú? Þannig að svoleiðis er það Við höfum átt að rúlla Dogzone bara fram að FH Breiðablik Þannig verið gaman, Tuða í 2 tíma 8 klukkutíma eða þú 2 tíma eftir leikina Hita eins upp fyrir leikina og vera alveg stektir það hljómar vel Gerir þetta svolítið grand Gerir þetta svolítið grand í lokin Já, þetta er alltaf sunnudaginn Southampton Arsenal Það er nú heldur betur leikurinn 2 lið sem á kannski ekki alveg fundið sig á þessu tímabili Hversu savage var eftir að hyggja
hversu savage var það að ég hafi gefið þið treyju númer 2 fyrir tímabilið. Það var einn að senda mig í gær. Hjörvar, hvernig getur þú verið svona savage? Why so savage? Já, herru, en ég ætla ekki, þú veist, Gunnar Birgir svona alltaf góð manneskja til þess að vera eitthvað að stríða honum. Svo reynda rosalega leikur á morgun. Þið verðum væntanlega að fylgjast með honum. Sheffield United Sunderland. Já, heldur betur. Yes sir. Hvort liðið viljið fá upp? Bara östuð, hvort liðið viljið fá upp? Ætlar að fara að powerranka það? Nei, ég ætla að fara, þetta er tipslæð. Þetta er læð við tippum, lagningu. Ég segi Sunderlandu. Já, ég segi að þetta verður Sheffield United. Það verður gaman að fá Sheffield United. Ég góður Sunderland. Sunderland. Ég ætla að fá okkur til að tippa á sittkvot leikinn, þannig að þetta er... Og verður fljótur að þessu, Hjálmar. Lagning, Bournemouth, Leicester. 2-2. Fulham, Man City, 1-3. Ipswich, West Ham 0-1. Liverpool, Crystal Palace 5-0. Manchester United, Aston Villa 1-3 Aston Villa. Newcastle, Everton 2-1 Newcastle. Nottingham Forest, Chelsea 2-2. Southampton, Arsenal 1-0. Já! Tottenham, Brighton. Já, ég fæði lögur og ég ætla að segja 0-4 Brighton. Reiður kalli. Wolves, Brentford 2-0. Þetta er náttúrulega Það er eðlilegra fyrir mig að smá Tottenham tapi þarna. Sko þeir voru til 7 í morgun. Ég er að segja það. Og er að fara í rútuferð í dag sko. Ég er að segja það. Það er rútuferð í dag. Það er mjög eðlilegt að þið tapið þessum Open bus, já. Þeir eru líka komnir með allt sem að Ég sá hann alltaf erfiðir. Það held ég. Nei, það eru þeir alls ekki. Þeir eru búin að vinna 2 leiki allt tímabili, Hjálmar. Ég ætla að sé óvægt að segja að Einar Ási vinnir í byggingabransan og þín tækifæri þeim hvatning til að gera enn betur. Já. Og sama hvað þið vantar. Nú var ég að fá mér svona höfuðljós loksins. Þannig að þegar eitthvað gerist heima þá get ég setta mér ljósið. Ef ég lendir rafmagnsleysi eða einhvers slíku þá nenni ég ekki að vera ekki tilbúin allavega og ég sé líka með nokkuð vasaljós. Ég vil vera tilbúin ef að eitthvað kemur upp á. Og það sem að þú gerir að þú ert með vasaljósin á mismunandi stöðum upp á hvar, einmitt. Það hef ég gert og svo er ég líka með náttúrulega neyðarpakka frá Rauða krossinn, þannig ég var alltaf með pakkan kláran. Herri, það eru vinnir og lúsirar, þú veist, viljum við pikka einhvern úr þessu stjörnulegi körfuboltan? Er einhver eitt sem er meiri vinnir en annar? Baldur þjálfari? Hlynur og Baldur þjálfari, Baldur þjálfari, því líkur toppmaður. Ég er náttúrulega frábær líka. Jesus, Hilmar Hennings frábær. Orri Gunnars. Július Orri kom frábær inn í þetta. Svo minn maður Basíl, hann var góður. Geggjað sko. Basíl, hann var góður. Í þessari seríu var hann góður. Já, í seríunni hann var ekkert spesíl sem síðasta leik. Nei, hann flottur. Sittur Arnar frábær. Já, Sittur Arnar frábær. Fleiri vinnirar í þessu öllu sem hann ekki bara segja Hjálmar Örn og Tottenham samfélagið. Jú, loksins, takk fyrir það. Og ég ætla, ef það er í ykkar vegna, þá ætla ég nú að fá að setja Auðun Blöndal þarna. Það er nú bara vegna viðbragða eftir, þú veist, þungan dag, að þá gæti hann svona samglaðst fólki. Já, og getur hlegið og líka getur fengið fólk til að hlæja. Já. Hann átti líka, sko, þegar ég var svona pínu down fyrir hans söndag eftir stórleikin, þá myndi ég, hann bjó reyndar í Garðabæ í 10 ár. Þannig að hann á eina meiri tengsl við þar. Þar gerðust margir af skemmtilegustu hlutum í hans lífi og hann á svo mikið að falla á minningu á hann að ég hugsa að hann hefur ábúinlega bara verið ánæður eftir á higgja. Fleiri vinnir í söllu saman, hver vann píluna í ger? Fylgdustu eitthvað með því? Nei, ég veit ekki hver vann píluna í ger. Premier League darts í ger, ég glimti að fylgjast með henni. Nú vinnirar í þessu öllu saman, Hjálmar, þú ert nótt með einhverja sniðu að vinna? Ég meina Einar Jónsson, klálega. Einar Jónsson og framliði í handbolta. Þóra farið til Þýskalands. Heiðrún Lind Martinsdóttir, frábær í sjónvarpinu. Sammála því. Konaðinn á þriðjudaginn. Sammála því. Gjörsamlega geggjuð. Og ég stóð mig líka vel að var að tala við Andrés Shevchenko. Já, Hjörvar, ég er bara einhvern veginn þannig að ég tek eftir sterkum konum. Heyrðu, mér langar líka að segja að vinnir bara eins og Vísir getur nú verið dreifleiðilegu miðl, þá verður alveg ótrúlega gaman að sjá og telja þarna niður í besta leikmann bestu deildar frá upphafi og 7. sætið er komið núna og það er Arnar Gunnlaugsson sjálfur og svo er það sjálfsögur hvernig Katla Hjörvar sem að verða Vá, hvernig Vá hann staðinu upp Gunnar Birgisson staðinu
Mér finnst alltaf að standa upp fyrir þessu. Já, en sko, það ótrúlegt hvað Gunnar Birgisson, þú veist ekki það hann hafi verið eitthvað að sækjast eftir því, en hvað konur eru hrifnar á hann. En þú veist, þá ekki tala eitthvað svona bara, það voru famlug, það var bara næseit og hann svo almennilegur og hlustaði á þær. Kemur fram við alla eins. Það bjútið við Gunnar Birgisson og þær eru á leiðin til Strasbourg núna og þær taka við öllum fjárframlögum sem að menn hafa áhuga á að sitja á þær. Bara sendu mér reikningsnúmer og kennitölu. Já, og ég skal gera það bara fljótt. Naflinu auðvitað einn af Sigurverum, hann stóð sig frábærlega í þessu öllu sem núna er hann fara að slaka á, sagði mér. Hann fór með pappa sínum í golffermi í ger upp í Ísam og þeir slóðu nokkra bolta. Þannig að vel upp alinn. Já, hann það. Rosalega vel upp alinn. Hann kemur að Keflavík. Hann Kópavogsbúi en fóreldrarnir úr Keflavík. Þannig að þetta sterk Keflavíkur tenging hann. Þá það lúserarnir blessuðu. Ég fer í Guðni TH á koni ykkur aukavinnu þarna. Sá ég að byrja að landvörður eða eitthvað þarna. Er það lúser? Nei, bara ná sér auka sé. Hann náttúrulega á launum frá ríkinu. Frá ríkinu og svo einhvern veginn þessi leikþáttur ég get ekki svona sorry, það bara ég er ekki leikþátt að kalla þetta. Ég ætla að fá að þetta verður nú ég náttúrulega eins og þið vitið, þá er ég Eurovision kall en Sigurverin JJ sem að sönglaði fyrir Austurríki hann ákvað að mæti viðtal þegar hann var búinn að vinna þetta allt saman og þá fór hann að gaggrina þarna þáttöku einna þjóðar í keppninni. Gerði ekki fyrir hann gerði ekki fyrir keppni hann gerði ekki fyrir keppni og ekki meðan að keppni stóð það var nú svona kannski þetta fannst mér svona ákveðin heigulsháttur segjum hlutina bara eins og þeir þetta óttufútból, við tölum tandur reyna í Ísland og hún er svo reyna, það er svo fallegt og ég ætla nú líka kannski að fá að henda inn öðrum vinnir, það er náttúrulega Eurovision og kosningakerfið þeirra það flekklaust, það hélt. Ég var líka ánægður að mínir menn í Vibe lentu ekki neðstir. Það skipti mig miklu máli og sjálfsmynd þjóðar. Enda í 17. sæti í símaatkvæðagreiðslunni sem er bara virkilega vel gert sko. Og við vorum að tala það fyrir að þeir myndu vera svona kannski á nippinu með að komast áfram. Þeir endi í 7. sæti í undan. Á ekki neðsta sæti samt að dett út á næsta ári. Á ekki vera smá spenna þannig að við séum yes! Já, þá eftir neðsta sæti frekar í qualifying sko. Já. Takkið ykkur 1 ár í pásu og skoða þetta en ég vil alla ég vil hljómsveiturinn ég væri til að lengja þetta sjó aðeins mér finnst þetta ekki nóg langt ég væri til að hafa þetta kannski 2 tímum lengra og að leyfa öllum að vera í úrslitakeppninni en það er nú kannski bara ég og ég er svo að fara að hitta 35 lög eða eitthvað ég er að fara að hitta Rúnar Frey og við ætlum að fara að hitta Tyrkina ég vil fá Tyrkina aftur það hefur alltaf verið mín lög Tyrkina, Búlgarina sérstaklega Tyrkina en vitið þið það, Marokkó Moldóvu 69, tóku þeir þátt og ég hugsaði líka eftir þessi velhöfnuðu páfaskipti akkur ekki að hleypa Vatíkaninu það væri geðveikt akkur ekki að hleypa Vatíkaninu það væri gaman, það er frábær pæling lengjum kemni því að mér man einhvern veginn lagsins að þetta er gýr það er búið ég væri förum í góða 5 tíma mér finnst þetta ekki nóg langt en það er kannski bara ég verð bara að segja hlutum eins og þeir eru því að þetta er dótturfútból og við tölum hér tandur við erum ekki mikið verið að skafa því nei, heldur betur ekki herru, ég ætla að fara í neyða já strákar, hendið upp spurningunum fyrir mig því að ég hendi að sjálfsögðu eins og alltaf í neyða já fyrir þessa góðu herramenn eins og ég sagði þetta nú flotta myndir af okkur báðum og sjá 1, 2, hvað er lagið mitt er það hérna, er það einhverstað hér já give me the green light en ég finnir þessu lög, ég hef aldrei hitt það lag hvað lag er þetta? Þetta er lagið sem hann labbar innan við hann Luke Littler með Pitbull green light með nú er Tottenham orðið næststærsta liði í London og eftir Chelsea eftir að hafa náð Evróputitli og Múrar er mættur, nei eins er rétt hjá honum, já 17. sæti, náttúrulega takk Óskar Óskar kann að tapa, hann var fyrstur til að senda mig bara alveg leið til hamingju heldur betur ég sendi ekki, ég ringdi nei, mér finnst það fallegt ég ringdi já, mér finnst það fallegt þú varst búin að jafna þig, þú varst búin að rjúka út þú varst búin að jafna þig á ríturinn eiga Manchester United að segja Ramstil til að taka við Onana þar sem hann hefur góða reynslu á fallbara hann er ekki með góða reynslu, hann er með vonda reynslu á fallbara það er stórmunur þar á nú má ég sjá hér er nóg á spurningum var tímabil Tottenham betra en í Arsenal? Já, titill er alltaf betra en engin titill það verður að gera það er rétt nú Hjálmar, ertu bold by choice? Eða ég hef reyndar ekki reynt svo lengi á það
og ég var alveg til í fyrir ykkur og doktorinn að safna kannski frá byrjum september eða eitthvað sjá hvað gerist í júni eitthvað svona Ómar Ragnarsson, svona prime Ómar Ragnarsson á hliðunum ég held að geta verið ágætt aflott sko. Það sem ég held líka ef nærið þessu vel síðu að henda yfir að það myndi yngjastaflum 2-3 ár skoðum þetta bara allt saman maður sjá vá þetta maður sjá Reis Hjálmari Erni Jóhannssoni hold þegar Felix Sveir flautaði til leiksloka á miðvikudag. Ég get nú sett ykkur eftir að fór á þess að hjartatöflur alltaf, mér finnst ég alltaf að vera með stampinu, ég veit ekki hvað er í gangi sko. Ég veit ekki hvort þið látum að hafa eitthvað rátt sko. Það búið að þinna allt þannig að það er einmitt, það er bara betra flæði sko. Það er miklu betra flæði í gangi, maður hefur orðið var við það. Já, ekki er öll vittleysan eins. Hefur Gunnar jafnað sig á því að Azerbaijan fór ekki áfram í Eurovision? Herðu, það var högg, en eftir að hafa heyrt hann live, Mamma Gamma, söngara Mamma Gamma, að þá held ég að það hafi nú svona verið. Það hefur verið eðlilegt. Já, þú sagðir einhvers staðar að rís eins og penis. Nei, þú ætlaðir að segja penis. Ég mismælti mig. Já, ég meina, það er bara fyndið, það er bara skemmt, svona gerist í, og þetta er ég á eftir að fá að heyra þetta aftur. Þetta gerir þig svo mannlega. Þetta er ástæður að fólk að fara að elska þig. Það er bara þessi mannlegi þáttur sem er, við erum öll að leita þessi í dag, við erum öll að leita einhverjum mannlegu, við erum þreytt á ég mismæli mig eins og annað fólk, þetta var kannski óheppilegt. Mun Viktor Gyökeres velja Tottenham fram yfir Arsenal eftir titil, Spurs og Supercup og allt þetta eventyr sem er framöndan? Það getur gerst. Okkur vantar hann. Já, okkur vantar hann. Já, okkur vantar allt. Okkur vantar allt. Það er rosalega gott fyrir Viktor Gyökeres að bara segðu hlutina bara á tandur hérna í Íslands. Þetta er svo mikið heiðarleiki í gangi. Nú er Auðun Blöndal Spike Lee stólamanna það en Spike Lee er hæfileikaríkur maður en ég tek alltaf Auðun Blöndal langt á undan Spike Lee. Sama hér. En við slum fara í El Grandi. Já. Ég get sagt ykkur eitt, ég kom með coach í El Grandi. Ég kom með coach. Egill Spegill hægri hönd herra Nittismus. Hann er hann coach hjá mér. Við erum búin að æfa, ég er búin að skemmta með hann núna tvisar eina helgi. Við erum bara sittið og hann er bara að æfa mig. Það er rosalega. Það er svakalegt. Gerum þetta með kemi.is. Hemmi á flegi ferð þeir sem er ekki með hann á Facebook. Ég mæli með Hermann Guðmundsson. Hann er með beitta písla. Hann hefur aldrei sendt frá sér neitt nema þessi like frá mér. Einmitt. Ég skoði ekki lengur eins og hvað er. Það er bara og ég er ekki eins og mór. Þú þarft þess ekki. Þú veist bara hvað þetta er. Það er bara like. Er hann eins og við hann með þá tandurhreinu af opni alltaf? Tandurhrein íslenska og kærleikur. Tandurhrein, kærleikur og glussi og allur pakkin og svo spilar hann mikið golf og þetta er æðislega manneskja sem að skipta mig mestu máli. Þar segja þú vilt fá að vera með doktorfútból í liði. Þú komist í golf bara í maímánuði. Nei, þú bara fínt að hvíla það eins. Drengir, Framarar urðu í gær Íslandsmeistari í handbolta. Já. Og þetta getur orðið svona stuttri útgáfan ofta áður af El Grandi. Stuttri útgáfan ofta áður, já. Nú, þetta eru svo sem ekki það mörg lið sem að hafa orðið Íslandsmeistari. Þau eru 13 eða eitthvað slíkt. Okay. Er það ekki fleiri? Nei, 13 samkvæmt þessu. Já. Hjálmar Örn, þú ætlar kannski bara að fá að ríða á vaðið Íslandsmeistari í handbolta. Valur, já. Afturhalding. Já. Haukar. Já. Fram. Já. IBVF. Já. FH. Já. Býtu. HK. Já. Heldur betur. Víkingur Reykjavík. Já. Já. Gamla. Já, á þínum tíma. Steinar Birgisson og félagar. Herra heimslið, Bjarki Sig. Reyndar sturlað. Býtu. Býðu nú þessu rólegir. Klókir. Rólegir. Það er ég er að fara yfir þetta. Ég er að fara yfir Reykjavíkuliðin. Herðu það, Káa. Káa er hárétt. Það er það sem ég ætla að taka næst. Þetta er alveg smá erfitt. Já, þetta er skemmtilegt. IR. Vá, auðvitað IR. Hvað ár, veistu það? IR-ingar. Þetta er 70 eitthvað. Meistarar 46. 46. Þetta er stríð þess að myndi ég ætla að taka eitt sjens.
Þá myndi ég bara gera lagið klárt held ég. Nei, býtu. Hann ætlar að fara að taka sénsinn strax. Býtu. Ok, þetta ég ætla að fara í þetta. Ég ætla þetta svolítið Já. Býtu. Segðu það bara. Ég ætla að segja KR. Yes, það rétt. Yes! Það var aftur það sem ég ætla að fyrir næst. Sko, nú það maður kannski að fara eitthvað. Já. Þess. Við spilum Við erum að taka Gunna í fyrsta skipti í langan tíma. Egil Speil, takk. Egil Speil, takk. Hermann Guðmundsson. Já, Selfoss. Æ! Vendum okkur. Hvað eru komið mörg lið? Það vantar mörg lið. Það vantar náttúrulega ekki mörg liðið akkurat núna. Ég er að rýna í gögnin. Það vantar 1. Er það grínast? Það vantar 1. Það vanti bara 1 lið. Okay. Hjálmar, þú vinnur ef þú kemur með þetta lið. Má ég koma með vísbendingu til þín? Nei. Það hlýtur að vera lægi, Gunni. Ok. Nýbúin að fá hjartaáfall. Já, er það ekki? Ok, finnst það að sagði þetta. Sko, þetta lið er væntanlega ekki til lengur eða hvað? Jú, það er til. En það er ekki... Ég byrjar að á. Já. Er þetta Ármann? Er þetta grínast í mér? Vá! Er þetta grínast í mér? Það verður ekki að klappa. Þetta er mjög vel gert. Áður ég fekk vísbendingu. Salurinn er líka að klappa. Þetta er svo mikið léttir. Er þetta besta vika sem ég lifað? Þetta er geðveik vika. Ármann vann þetta 45, 49, 52, 53 og 54. Á hverju gerir þið ekki eitt? Á hverju samin ekki bara Þróttu Ármann og heiti Ármann? Og því svo mikla sögu Ármann. Ég er alveg til. En það sem ég var að hugsa, þetta var annarkvort Ármann eða IS einhvern veginn voru í öllu þessu körfubolta og blaki og handbolta. Við náðum öllum liðum. Sko, ég ætla að segja, veistu hvað? Hjálmar vann ekki báðurunum. Af því að þú getur ekki svara fyrir þig. Var þetta Charity Shield? Ekki hægt. Jattefli. Við félagarnir hérna. Jöfull er það vel gert maður. Við erum að heilsa YouTube-fólkinu. Sko, mér langar rosalega að vera með bráðabanna en Nei, ég verður ekki bara að leiða Í dag sigruðu bara íþróttunar. Oft er betra að láta hlutina liggja. Í dag sigruðu íþróttunar. Í dag sigruðu bara íþróttunar og það er ekkert flóknar að það. Við ég held við bara, það var líka svo vel gert hjá okkur að lesa það að Stjarnan sem er fyrst og síðast handboltafélag hefur aldrei verið Íslandsmeistari og mér finnst það alveg fáránlega vel gert hjá okkur báðum því að flestir hefðu svona freistast til að fara í Stjörnuna. Já, ótrúlegt. Heldur betur. Vá, meiri átt að framistæða hjá tveimur manneskjum sem að eru yndislegar en tala tandurhreina íslensku þegar það kemur á boltan og hún var svo tær í dag maður bara jafnar sig Sippovast hérna með hana tandurhreina það er bara ómikið sannleikustundum ég segi hlutina bara eins og þeir eru það er minn vesti galli hvað ég hreinskilin og kostur þú ert þannig að þú tekur umbúðunar af og skellur þessu beint á borðið umbúðalaust Vá, ég hef aldrei verið vitni á reyns Tandurhrein íslenska Dóttur fútból snýr aftur í Doxon á sunnudag á tandurhreinni íslensku og hún verður svo enn tærari í helgaruppgjöri Dóttur fútból verið sæl